Hér á Hveravöllum í Reykjahverfi hefur verið stunduð garðrækt síðan 1904. Í dag eru það hjónin Páll Ólafsson og Heiðbjört Ólafsdóttir sem hér reka garðyrkjustöð og rækta tómata, paprikur og gúrkur. Þau hafa nýverið verið í framkvæmdum og hafa stækkað umtalsvert við sig. Sagan byrjar hérna 1904 og þá er þetta félag stofnað, Garðyrkjufélag Reykhverfinga, HF. Og í upphafinu var verið að leigja út land til kartöfluræktar. Það var búin til að áveita og veitt heitu vatni á milli garðanna til að gera það tilbúin á vorin fyrir og eins að halda grösunum lifandi fram á haustið í frostinu. Og eins voru menn að selja hey, sem var mikill fengur oft á tíðum í slæmum vorum og árum á þeim tíma þegar var baslan á miklu heyi fyrir skepnunum. Og svo 1933 að þá er fyrsta gróðurhúsið tekið í notkun, 50 fermetrar og farið að rækta tómata. Og síðan þá erum við búin að rækta tómata. Og þetta er í þinni fjölskyldu? Já, fjölskyldan hefur alltaf komið að þessu hérna og ég er fjórði í beinan karllegg sem stýri þessu og þannig að það er svolítið sérstakt. Og þú segir fjórði í beinan karllegg, sérðu fyrir þér að þetta haldi áfram eða hvernig staðan á því? Nei, ég held ég verið svo síðasti sko, ég næ því, því að ég á stelpur, ekki strákar, þannig að það verður kannski fyrsti kvenmaðurinn á. Já, hvenær takið þið við, þið hjónin hér? Það er góð spurning, já. Við allir verið ekki framkvæmdastjóri hérna svona 2006 gæti ég trúað. Við erum búin að vinna hérna alveg sleitulaust síðan 88. Og þannig að já, ég minnir að það verið 2006. Þetta svona skeðu nú ekkert, það verið nú engin bylting sko einn daginn sko, þetta gerist hægt og rólega. Og þið segðu mér aðeins frá því hvaða grænmeti þið eruð að rækta hérna? Við ræktum aðallega tómata. Við erum að rækta núna 4 gerðir af tómatum, svona það sem við kallum þessa venjulegu tómata og svo erum við með heilsutómata eða líkópintómata og svo ræktum við kokteltómata, þessa litlu í boxunum sem eru þó rauðir og svo ræktum við aðeins líka gula svoleiðis. Og svo erum við í gúrkurækt og svo ræktum við papriku á sumrin. Sunnlendingum finnst kannski skrítið að hér á þessu svæði sé rekið einu öflugasta grænmetisræktun landsins, en hvernig farið að þessu? Já, þetta kemur bara til að heita vatninu sko. Það væri náttúrulega ekkert hérna ef það var ekki heitt vatn og svo er þetta náttúrulega einhverjar aðstæður og kannski tilviljunir og ýmislegt sem gera það verkum að þetta dafnaði hérna. Og við eigum mjög góðan markað hérna heima og mikið af góðum viðskiptavinum sem hjálpar okkur mikið og þannig að staðsetning er kannski ekki sérstök upp á fjölda fólks. Við erum náttúrulega í fámenninu sko, þannig að við þurfum að flytja meira en aðrir en á móti kemur að heimamarkaðurinn er mjög góður og kemur á móti því svolítið. Þannig að við erum ósköp sátt hérna sko. Já. Þið hafið nýlega verið í breytingum og hafið verið í framkvæmdum hérna á svæðinu. Hvað hafið þið verið að gera? Við fórum út í framkvæmdir, svona ár síðan við byrjuðum. Og þá tókum við niður 2 gömul gróðurhús og aðstöðuhús sem við vorum hérna og tókum þau í burtu og byggðum í það pláss. Rúmlega 2000 fermetra hús. Og í því húsi ræktum við tómata í dag og við erum með þetta tvískipt, við ræktum bæði venjulega tómata og svo heilsutómatanum sem við sjáum hérna á bakvið okkur. Og svo er hluti af þessari byggingu bara aðstöðuhús fyrir hérna vökunar, græðurnar og það. Já, þannig að þetta er þó nokkuð viðbót við okkar rekstur. Hverju breytir þetta fyrir ykkur? Þetta er náttúrulega aðalega aðstöðumunur sko. Það hefur verið að búa sér til betri aðstöðu, framleiða meira líka sko. Og það hefur verið pláss á markaði fyrir tómata og það er verið að reyna að koma inn í það og að fullnægja markaðnum aðeins betur því að við viljum náttúrulega framleitt sem mest á Íslandi
því að við höfum allt með okkur hérna. Bæði hérna, við höfum náttúrulega heita vatni til að hita upp og þessa hreinu orku til að lýsa með og svo náttúrulega hreina vatnið og það sérstakt að geta vökvað plöntur með vatni sem við getum drukkið líka, sko. Menn eru ekki að nota drykkjarvatni í ræktun. Og þegar varan kannski 90% vatni eða meira, þá hlýtur að vera mikið atriði að vatni sé gott sem fyrir í hana og þar hefur við sérstöðu í Íslandi að geta átt svona mikið á góðu vatni. Þetta tölvukerfi sem þú talar eru húsin núna, vökunarkerfið og allt þetta, þetta allt meira og minna bara algjörlega tölvustýrt? Já, þetta allt stýrt af tölvu, sko. Og svo sem búið að vera það nokkuð lengi, sko. En það í rauninni mannshöndin kemur lítið nálægt stýringu hérna og öll vökvunin sjálfvirk og allt það, sko. En það var náttúrulega að fylgjast með þessu, þetta svo sem gerir ekkert annað en það sem maður biður um. Og nú eru þið búin að stækka við ykkur, eru þið búin að taka þetta allt í notkun? Já, í rauninni, ræktunarhlutann, það alveg búið að taka það í notkun og það komið á fulla ferð. Og við erum búin að vera uppskera hérna í meira en mánuð í þessum húsum. Hvað þetta stórt núna, húsin sem þið eru með hérna á svæðinu? Það bara svona heildin í ræktun. Það svona 8500 fermetrar það bil. Og hvað erum við að tala um í framleiðslu? Það við munum framleiða upp undir 550–600 tonn þegar á svona heilu ári og þá aðalega tómata. Það vísu vigtar gúrkan dálítið mikið inn í þetta, sko, svona kílóafjöldan og paprikan aftur á móti mjög lítið. Hún létt í sér en þetta aðalega tómatur. Hvað uppáhaldið þitt? Hvort það tómatur, paprika eða gúrka? Það nú erfitt að segja. Ég hef nú alltaf verið mikill gúrkumaður reyndar, sko, en verð meiri og meiri tómatamaður með árum.